Komið sæl og blessu og velkomin í föstudagsþáttinn. Það alltaf að gerast í Skagafirði og þátturinn dálítið helgaður Skagfirðingum en þó ekki öllu leyti. Til mín kominn Guðmundur Ármann sem formaður GIL-félagsins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Segðu okkur nú, GIL-félagið, það búið að vera starfandi þó nokkuð tíma? Já, það var stofnað árið 1991, 30. nóvember. Já. Og það var náttúrulega í tengslum við uppbygginguna í GIL-inu. Já. Og það var svona hvatning frá, sem var þá formaður menningarmálnefndar Akureyrar, Þröstur Ásmundsson. Já. Var mikill hvatamaður að þessu og ég má segja, held ég að við höfum svona verið drifjaðrirnar í að koma þessu af stað og efna til fundar og það var óhemji stór almennur fundur sem var haldinn upp í Gagganum og sal þar. Þar stofnuðum við eða kusum okkur undirbúningsnefnd og þar voru við þrír, það var Haukur Ákusson og Hlynur Hallsson og ég sem að undirbjuggum fyrsta aðalfundinn og svo framvegis og þetta var sem feikilega undirtektir og síðan þegar þetta kemst í gang þá berast okkur listaverkagjafir frá yfir 50 íslenskum myndlistarmönnum, 100 verk. Bara rétt þarna í blá byrjun? Blá byrjun. En þarna gilið, Kaupangsgilið, Brattabrekkan á Akureyri, þarna hún svolítið að skipta hlutverk, ekki satt? Jú, það náttúrulega, ég skrifa grein sem birtist í Norðurlandi þarna fyrir kosningarnar 90 sem hafi yfirskriftina væri ekki gaman að breyta GIL-inu í listamiðstöð og var með einhverja vangaveltur svona pælingar breyta þessu í París norðursins og svona einhver falleg orð en þetta féll í góða jarðveg. Og til að setja þetta í samhengi þá þarna bara allskyns byggingar sem að hafa verið smjörlíkisgerð og mjólkursamlag og allt mögulegt en á þessum tímapunkti þetta bara allt tómt? Já, þetta var náttúrulega höfuðstöðvar iðnaðara á Akureyri, það vil segja á vegum kaupfélags, stundum kallað kaupfélagsskilið og þetta voru náttúrulega afskaplega merkileg starf sem átt sér stað þarna og mjólkursamlagið og málingaverksmiðja og góðstrykkir og nefndu það bara í öllum húsunum. Á þessum tímapunkti var allt flutt eitthvað annað? Já, það var megni, það var bakarið var þarna ennþá, þóttahúsi Mjöll var þarna ennþá, var svona smjörlíkisgerðin var farin, það var, vandamáli var þrengsli, skilurðu? Aðkoma þrengsli, með allan flutning og starfsemin jókst og þetta var bara, þá fluttuður starfsemin þarna út í þorp. En það frábært að hafa þetta bara lifandi listasamfélag. Já, þetta ég náttúrulega vakti svo mikla athygli ekki bara hér á landi og sneri við að mörgu leyti eins og þáverandi bæjarstjóri sagði við mig, hér var atvinnuleysi og það var náttúrulega ýmsir sem skömmuðu mig fyrir að vera með svona hugmyndir og þegar ég segi við vorum náttúrulega fleiri sem voru með þessar hugmyndir og fólki þótti þetta ekki vera eyða peningum í eitthvað svona þegar vera atvinnulaust fólk og segja fólki í verksmiðjunum og fækka starfsmönnum í slippnum og hér voru kannski 1000 manns. Viðkvæmt ástand. En GIL-félagið í dag, það aldeilis búið að sanna sig og stendur fyrir mjög mögnuðum, kannski vita ekki allir af þessum vinnustofum sem í boði á sumrin. Segðu okkur aðeins frá þeim. Já, við erum náttúrulega með deigluna, það vil segja Akureyrarbær á húsnæði. Já. Við erum með samning við Akureyrarbæ, Akureyrarstofu, afnot af þessu og því fylgir ákveðna kvaðir og við fáum örlitla fjárframlag frá bænum og síðan rekum við þetta, við sem leigjum deigluna, við leigjum gestavinnustofuna, höfum tekjur, þannig að við getum staðið undir ákveðna viðburðum og höfum gert það. En deiglan óhemju merkilegt fyrirbæri
bara á landsvísu og ég held að það sé sko fyrirmynd því að þetta var til þetta 1991 og þetta hefur verið fyrirmynd fyrir margar aðrar menningarmiðstöðvar sem hafa sprott upp allt land síðar sko. En síðan hefur þetta náttúrulega sko eftir að hlutverki Geirfélagsins svona breyttist sem sagt því að þegar að uppbyggingin í Gilnum var eiginlega orðin, komið listasafn og sýningarsalir og nefndu það alveg vinnustofu. Allt eins og draumurinn var. Eins og draumurinn var, í raun og veru. Kaffihús og líf. Já. Það eina sem svona pínlítið að draga úr þessu umferðin, sko. Hún svo rosalega mikil. En hvað það? Þetta merkilegt og ég tek ofan fyrir Akureyrarbæ. Því að þeir sýndu sannarlega stórhug. En þá þetta bæjarstjóri sagði við mig, en ég vil bara segja það, ég held við höfum ekki sett eins lítinn peningin eitt sem við hagnast jafn mikið á. Já, hvað meinti það með þessu? Ég sagði, þetta gjörbreytti viðhorfinu til bæjarins, sem var svona að leita til fjármálayfirvalda, stuðning við vandamál. En allt í einu sagði hann að ég menna viðhorfið bara breyttist, það var eitthvað að gerast og það bara allt í einu. Og þetta hafði áhrif miklu meiri heldur en við gerum okkur alveg grein fyrir. Sko, þú veist, fólk sem veit búsetta sig hér vegna menningar framboðs. En með gestavinnustofunnar, þá þetta þannig að það ekki að allir í heiminum sem að vilja geta sótt listamenn, sótt að fá að dvelja í einhvern tíma. Mánaðar, við höfum svona viðmið þessi mánuður og það yfirleitt alltaf mánuður. Og þetta vinsælt, það eru miklu fleiri sem sækjum en komast að. Já, við fáum, síðast var það 41 umsókn, við erum bara með umsóknir svona á bilinu 40-50. Já, og komið 12 af. 12 af. Já. Og þá takið á mótið þeim og hugsið vel þá og svo kannski sýna þér einhvern afrakstur í lokin? Eða? Já, það svona sagt í kynningunni á gestavinnustofunni að þessi óskað að listamyndin sýni eða tengist listaumhverfinu hér í bænum. Til dæmis með einhvern stundum hafa þeir bara opna vinnustofu sem bjóða fólki að koma og sjá hvað þeir að gera. En langflestir nýta sér degluna og við tökum alltaf síðustu helgin í hverju mánuði frá fyrir sýningu þeirra. Nú ástralskt par, ekki satt? Og eru þau þá allan júní eða? Þau eru búin að vera núna allan júní og það svolítið öðruvísi hjá þeim. Þau verða með sýningu núna helgina, opna 20. og hvað það, 3. og 4. Og það er hún Sara Weber og Andrew Walls. Og það er í Deglunni helgina? Það verður í Deglunni og það heitir tíman, hugleiðingar tíman. Já, við hvetjum fólk til að kíkja. Já, absolutt. Og getur fræðist kannski eitthvað meira að færa framundan, en nú er tíminn hlaupinn frá okkur. Takk kærlega fyrir að koma og segja mig frá. Gangi vel. Takk fyrir.